Rósa Björk Brynjólfsdóttir, í ferðaþjónustu starfa 30.000 manns í öllum geirum greinarinnar. Hvers vegna ætti starfsfólki í ferðaþjónustu að kjósa Vinstri græn í komandi kosningum? Vegna þess að Vinstri-hreyfingin grænt framboð, hún stendur með þessu gulleggi ferðaþjónustunnar sem eru náttúran og við stöndum líka með fólkinu sem vinnur í ferðaþjónustunni og réttindum þeirra og starfsumhverfi og við stöndum líka með samfélagunum sem bera uppi ferðaþjónustuna í sínu nærumhverfi. Þú segir standa með þið, útskýrðu aðeins nánar fyrir mér. Við í okkar stefnu þá náttúrulega kveðum það að ferðaþjónustan hér á landi verði að vera uppbyggð með sjálfbærum hætti í sátt við náttúruna og líka í sátt við sín nærumhverfi. Það er að segja að þau skekki ekki þessi samfélög sem gerist oft kannski við mikinn ágang og mikinn fjölda ferðamanna. En við viljum sjá bara jafnvægi í greininni í sátt við náttúru og samfélag. Rósa, þú gefur mér lyfturæðina af stefnu VG þegar kemur að ferðaþjónustu. Við erum svona að fara upp á 3. eða 4. hæð. Eru ekki að fara að hærra? 5., ekki meira. Já, ok. Stefna VG þegar kemur að ferðaþjónustunni og uppbyggingu hennar og starfsemi snýst það að greinin sé sjálfbær og hún starfi í samfélagslegri sátt við nærumhverfið. Og við viljum líka náttúrulega vernda náttúruna þannig að að takmarka líka aðgengi að viðkvæmum náttúruperlum en samt þannig að við getum öll notið þeirra í sátt og samlyndi. Eru þið búin að finna þetta fullkomna jafnvægi á milli verndunar og nýtingar? Við erum kannski ekki alveg búin að finna það en það hefur verið gríðarlegur vöxtur í ferðaþjónustunni síðustu árin sem hefur náttúrulega reynt mjög mikið á innviði og þol samfélaga víða um land eins og við þekkjum. En við höfum allavega það á stefnu okkar að finna þetta fallega og góða jafnvægi á milli verndunar náttúrunnar og samfélagana og svo að fá það allra besta úr ferðaþjónustunni. Þegar kemur að sköttum, ætla VG að hækka eða lækka skatta þegar kemur að fyrirtækjum í ferðaþjónustu? Við höfum ekki sérstaka stefnu breytingar og skatta umhverfi ferðaþjónustu fyrirtækja. Við höfum talað fyrir hækkun og virðisaukaskatti á fyrirtæki í ferðaþjónustu en það er ekki í stefnun okkar en þó að við höfum talað fyrir því. En allar hugmyndir og ákvarðanir sem að koma að skattlagningu verða náttúrulega að vera gerðar með góðum fyrirvara. Þannig að fólk og fyrirtæki í greininni hafi þá einhver tíma til þess að undirbúa sig fyrir það. Áður við komum að fyrirvörunum, ég langar aðeins að spjalla þig meira þá eftir. En þú nefndi virðisaukaskattinn. Gerið þið ykkur grein fyrir því að íslensk ferðaþjónusta starfar í harðri alþjóðlegri samkeppni við aðra áfangastaði og hækkun á virðisaukaskattinu mun mögulega að riðla þessari samkeppnishæfni sem við erum alltaf að tala um. Já, þess vegna er náttúrulega mjög mikilvægt að við gerum þetta í sátt við greinina og með góðum fyrirvara svo að fyrirtæki og starfsfólk geti lagað sig að breyttu umhverfi. En eins og ég segi, þetta er ekki stefnun okkar en við höfum viðrar hugmyndir þarna þetta. Varðandi fyrirvarana, hver er svona eðlilegur fyrirvari að mati VG? Sko við náttúrulega erum með fjárlög sem eru lögð fram fyrir þingið á hverju einasta ári. Breytingar á skattkerfi, það er náttúrulega líka kannski rúmast inn í stjórnarsáttmála og nú erum við að ganga til kosninga og eftir kosninga verður nýr ríkisstjórnarsáttmáli og þannig að þá yrði væntanlega einhverjar ákvarðanir teknar skattlagningu eða ekki, eða skattaumhverfið í stjórnarsáttmála. Þannig að þarna ætti að vera ágætis fyrirvari fyrir fyrirtæki að undirbúa sig. En allar breytingar á rekstrarlegu umhverfi greinar sem eins og ferðaþjónustuna verða náttúrulega að gerast í sátt og með nægilegum fyrirvara fyrir rekstraraðila. Ég skilði þessu svo að VG skilur ferðaþjónustuna þegar hún talar að 12 til 18 mánuði sé svona eðlilegur fyrirvari á breytingum. Ég myndi telja að það væri eðlilegt, já. Það er alltaf vont að fara inn í kosningabaráttu kannski með einhverja hreina tölur. En auðvitað bara sem mestur fyrirvari vegna þess að fyrirtæki í ferðaþjónustunni, þau eru að skipuleggja sig með löngu fyrirvara. Þau eru að selja ferðir til kaupenda með löngu fyrirvara og við skiljum það, já. Varðandi rekstrarumhverfi greinarinnar, hvernig sjá VG fyrir sér að bæta og efla rekstrarumhverfi greinarinnar? Ég held að það gerist að mestu leyti með góðu og þéttu samtali við greinina sjálfa. Við viljum líka bæta menntun og hæfni starfsfólksins
Við höfum líka talað mikið fyrir réttindum starfsfólk sem vinnur í ferðaþjónustunni og þar held ég við getum átt þétt og gott samstarf við ferðaþjónustuna. Við viljum öll bjóða upp á góð gæði þegar kemur að þessari mikilvægastu útflutningsgrein okkar og þar kemur menntunin og starfsfólk og aðbúnaði þeirra sterkt inn í það samtal. Rekstrarumhverfi verður náttúrulega líka að vera fyrirsjáanlegt og þannig að fólk viti nokkurn veginn hvernig næstu mánuður og ári líta út. Það kannski hefur verið erfitt þegar við erum að ganga til kosninga með stuttum fyrirvara. En við skiljum þessa grein og við höfum átt í góðu sambandi við hana hingað til og viljum halda því áfram. Þú nefnir starfsfólkið. Starfsfólkið gegnir náttúrulega lykilhlutverki í ferðaþjónustu og við erum kannski ekki með bestu hótel í heimi eða eitthvað slíkt, en við getum verið með bestu þjónustu í heimi. Þá skiptir náttúrulega mennta- og fræðslumál miklu máli. Hafið þið mótað eitthvað stefnu þegar kemur að því? Já, það ákveðum þetta inn í okkar stefnu þegar kemur að ferðaþjónustunni að efla og styrkja menntun og við þurfum að laða að gott fólk inn í ferðaþjónustuna og byggja upp reynslu og byggja upp þekkingu til þess að við bjóðum upp á bestu þjónustu sem að völ er á. Samkeppnishæfni lykilorð í íslenskri ferðaþjónustu og bara fyrir Ísland af því að eins og ég segi við höfum í harðri alþjóðlegri samkeppni við aðra áfangastæði sem eru líka með norðurljós og líka með fallega náttúru og svo framvegis. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að efla og bæta samkeppnishæfnina? Ég held að við gerum það og við erum með ákvæði líka þetta inn í okkar stefnu þar að segja að halda vörð gæði þjónustunnar sem við erum að bera á borð fyrir þau sem hingað koma. Við erum svo heppin frá náttúrunni hendi að við búum með ótrúlega fallega náttúru en við þurfum líka að passa upp á hana og vernda en við þurfum líka að passa upp á gæði þjónustunnar sem verið að veita og það spyrst mjög hratt út ef að gæði þjónustunnar verða lakari eða kjör starfsfólk og aðbúnaður verður með þeim hætti að ekki sé hægt að hafa hér starfsfólk sem innir sínu starfi bara af alúð. Oft á tíðum umræðinni þá hefur verið talað að það sé hægt að setja hærri skatta og meiri skatta og skyldur á ferðaþjónustuna. En ferðaþjónustuna hefur bent á það að rúmur þriðjungur gjaldeyristekna þjóðarbúsins kemur frá ferðaþjónustunni 155 milljarða skatttekjur árlega koma inn í ríkiskassan frá ferðaþjónustunni og þá spyr maður sig hvenær nóg? Já, eins og segi, við erum ekki með það neitt sérstaklega í okkar stefnu að leggja fleiri og meiri skatta á ferðaþjónustufyrirtæki. Við höfum talað fyrir breytingum á virðisaukaskatti þegar kemur að fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Við höfum ekkert tekið neina formlega ákvörðun það sem inn í okkar stefnu. En við virðum og sjáum það mikilvægi sem að ferðaþjónustan hefur fyrir okkar samfélag. Þetta mikilvægasta útflutningsgreinin okkar og við þurfum að gangast við því og líka leið og við segjum og kannski minna á það að skattar eru líka eitthvað sem rennur til uppbyggingar samfélagsins, til að mynda í vegasamgöngum og svo framvegis sem skiptir ferðaþjónustuna miklu máli. Hvað viltu segja við óákveðinn kjósanda sem starfar í ferðaþjónustu og þú ert síðasti frambjóðandi sem hittir áður en hann fer að kjósa? Hvað viltu segja við hann? Við í Vinstri grænum höfum miklar mætur á ferðaþjónustunni og við viljum gera vel þegar kemur á ferðaþjónustunni í sátt við náttúruna og sátt við þau samfélög sem bera hitann og þungan af ferðaþjónustunni líka. Þannig að ég segi bara kjóstu VG. Hjartans þakkir.